Komið þið sæl. Við byrjum á þessari tunglmynd sem var tekin svona hádegi í dag af Norður-Atlantshafinu. Við sjáum hérna tvær lægðamiðjur, ein dálítið voldug lægð hér suðvestur á landinu, önnur minni miðja hér nálægt Grænlandi. Hún er á vesturleið og það eru smá skil frá henni sem hafa gengið hér yfir suðvestanvert landið í dag og valdið þessari snjókomu sem var að minnstakosti hérna í höfuðborginni. Hún eyðist síðan þegar hún mætir Grænlandsjökli seinna í kvöld og í nótt, en þessi lægð sem er hér fyrir sunnan, hún dýpkar svolítið á leið sinni austur. Hún kemur til með að lenda á Írlandi og lendir þar saman við lægð sem er þar fyrir, og það er nú viðbúið að verði áfram svolítið stormasamt veður á Bretlandseyjum á morgun og líklega á þriðjudag. Við sjáum á yfirlitskortinu hvernig hreyfingin á þessum kerfum er. Hún er náttúrulega öll til austur sem svo er nú svona vanalegt, en það sem ber kannski hæst á þessu korti er þessi djúpa lægð sem kemur hér á morgun. Hún notar daginn í að ganga hér upp að landi, skilin koma til með að koma upp að suðurströndinni aðfaranótt þriðjudags, og það má búast við svona frekar stormasömu veðri á landinu á þriðjudag. En við sjáum síðan á hitasviðinu að það er ennþá ansi kalt loft í kringum okkur. Frostið var mest 29 gráður á Mývatni í morgun, en hitinn fór svo fyrir frostmark sem staðar við suðurströndina í dag. Með þessari lægð á þriðjudaginn þá koma svona heldur mildari bakkar yfir sunnanvert landið sérstaklega, en aðal hlýindin þau ganga hér langt suður af okkur og fara yfir til Evrópu. Síðdegis á morgun þá nú svona frekar meinlaust veður að lítast. Það er ekki mikil ofankoma í kortunum og ástin er víðast hvar austlæg. Það er svolítið misskipt hlýindunum. Það verður svona hiti rétt með undir frostmarki með suður og vestur ströndinni, en það er hæð hér norður fyrir norðan Vatnajökul. Þar verður lítið ský og meiri útgeislun og því svolítið kaldara. Og ef við bara skoðum aðeins hvernig þetta verður í fyrramáli þegar við förum á svona stað, þá er útlit fyrir að verðum í svipað veður, nema það er náttúrulega heldur kaldara og einhver smá úrkoma á suðaustanverðu landinu. En ef við skoðum síðan hérna hitasviðið á morgun, það sjáum við að smám saman dregur úr þessum bláa liti við sunnanverðu landinu og það hlánar mjög víða á láglendi, síst þó hérna á austanverðu landinu, og þessi hlýindi sem eru hér fyrir sunnan þau fylgja þessari lægð sem kemur hér yfir á þriðjudag. Það var búist í því að verði austan hvassviðri og síðan norðaustan hvassviðri með þessu veðri, og því svolítið svona veðrabrigði næstu daga. Á þriðjudaga þá er viðbúið að það verði austan svona 15 til 23 metrar á sekúndu, sérstaklega á sunnan og vestanverðu landinu. Hiti fer fyrir frostmörk allvíða, verður þó undir frostmarki og lengst af þurrt hérna á norðaustanverðu landinu. Það má sem búist við því að það þykkni upp með norðurströndinni á miðvikudag. Það heldur áfram að vera talsverð úrkoma í austanáttinni á austanverðu landinu, en hins vegar sjáum við að það svona fer að birta aðeins til leið að áttin snýr sér til norðausturs, þá birtir til á sunnan og vestanverðu landinu. Það má alveg búast við því að hiti yfir daginn bæði á miðvikudag og síðan á fimmtudag verði yfir frostmarki hér sunnan og vestan til, en það frystir væntanlega alltaf á kvöldinu og nóttinu, sérstaklega við veg eða við yfirborð, þannig að það má gera ráð fyrir því að það verði hálku ástand hér bæði á göngustígum og eins á götum úti í vikunni. En síðan heldur áfram að kólna með norðanátt á fimmtudag, og þá líklega myndast svona þetta þurra frost sem við höfum átt að venjast síðustu daga, og við sjáum þá verður svona kannski heldur minni hálkumyndun. En þetta er vikan fyrir mannbrota og nagladekk á hjólið, og að ökumenn fari varlega þegar eru svona óvisst ástand mjög víða. Það er svolítið stormasamt eins og ég sagði á Bretlandseyjum. Það er líka úrkoma í til dæmis Frakklandi og þar umkring, en það er svona aðeins að hlýna við ströndina, sérstaklega í Spáni og Portúgal. Ef við kíkjum vestur hafa þá er nú kuldakastinu þar að ljúka og farið að hlýna allvíða, en það hefur verið talsvert mikið úrkoma við vestur ströndina og búið að vera mjög mikil rigning í Kaliforníu til dæmis, sem er frekar óvenjulegt. En hjá okkur í fyrramálið klukkan 9 þá er svona hægbreytilega austlæga átt á landinu. Verður talsvert frost hér norðan Vatnajökuls þar sem að verður líklega bjartviðri og ætti kannski sjást eitthvað til stjarna og norðurljósa. En það verður aðeins meira skýjahula hér svona allavega fram á kvöld og nótt á sunnan og vestanverðu landinu, þó það birti nú líklega til strax í fyrramálið. Verið sæl.
söng